Pétur, villur virtust hafa aðeins hrjáð ykkur í fyrri hálfleik. Þarna voru aðeins svo aggressífir í fyrsta hálfleiknum. Já, ég veit ekki. Það er bara sóknarlega gengur hlutirnir ekki nógu vel upp hjá okkur og við vorum kannski eitthvað frústreraðir í vörninni, ég veit ekki. En þetta villur, þetta er bara svona er þetta. Einhver spenna í gangi út af leiknum þá? Já, eða bara komast í jólafrí. Já, ég veit ekki hvað er. En þú veist, við vorum búin að vinna 6 leikir og við vorum hundlegir að vinna, þannig að fyrst að tapa og núlstilla sig aðeins. Þið byrjuðu seinni hálfleikinn aðeins betur en svona náðum alveg niður í hvað? 3 stig á tímabili? Já, það tók náttúrulega svolítið orku en ég hef náttúrulega viljað enda fjórðarleikshluta á krafti en Breiðablik er hörkulið og þeir eru náttúrulega búin að eiga mjög góða viku núna þessa viku og þetta toppaði það fyrir þá þannig að þeir eru þetta vel skilið. Já, þarna þú voru svona aðeins að taka eitthvað óráleg skot í lokin, fannst þér eitthvað svoleiðis? Nei, við þurftum bara að taka sénsa og þeir gengur bara ekki upp en ég meina það fór ekkert ofan í hjá okkur í þetta og þá er þetta bara svona. Já. Þið bara farið þá bara inn í jólafríið með þetta tap. Þarna næsti leikur ykkar á móti Vestra heima. Hveragerði. Sérðu fram einhverjar breytingar á leikmannahópnum? Eru menn að koma aftur úr veislunni eitthvað svoleiðis? Nei, já bara það kemur bara í ljós, ég veit ekkert um það. Það eru æfingar milli jól og nýjárs og svo leikur á móti Vestra og ég reikna með að það verði 12 í liðinu þá. Ég er lengur á 12 en það er engar breytingar í vændum. En ef það kemur einhver frábær leikmaður þá er það pottþétt. Já. Takk fyrir þetta.